sem að í Safnahúsi. Við erum ýmist með dagskrár hér niður í eina stofu eins og þau þekkið eða uppi í rými Sagnheima byggðasafns. Og síðast ári vorum við með 87 viðburði, opnanir, dagskrár og annað. Og það er tvennt sem að þarf að gerast til þess að það gengur upp. Í fyrsta lagi þurfa að mæta einhverjir áhorfendur. Við getum ekki kvartað því að einu umkvörtunarefni sem við höfum fengið er að það vantar pláss. Þannig að við höfum þá ekki þurft að kvarta þeim vígstöðum. Á hinn bóginn þarf að vera einhver sem að hjálpar okkur til að koma þessari sögu og menningu Vestmannaeyja áfram, því það er það sem einkennir öll þessi verkefni sem við erum með hér. Hvort sem það eru dagskrár eins og þessi, opnanir, stakir viðburðir eða annað. Og þar höfum við heldur ekki þurft að kvarta. Það er gríðarlega vel við hæfi að upphafið á þessu hausti okkar sé runnið undan rifjum hópsins sem kalla sig með eyjar í hjart og hjartið í eyjum eða eyjahjartað. En þessi grunninn er það sem hver einast viðburður hefur að megin viðfangsefni. Það er að draga fram sérstöðu Vestmannaeyja, draga það fram hvað það er sem að gerir menningun að sérstakri menningu Vestmannaeyja. Og það er sérstaklega ánægjulegt að hafa átt samskipti við Einar Gylfa Jónsson og Þuríði Bernódóttur og Atla Ásmundsson sem að gat því miður ekki verið með okkur hér í dag, en þau eru hryggjarstykkið í eyjahjartanu. Og ég vil svona áður en að lengri er komið, þá vil ég þakka ykkur sérstaklega fyrir ykkar góða starf í þessu. Við hefjum þá leikinn í þriðja sinn hér og í þriðja sinn eins og er gríðarlega vel mætt. Maður hafði svolítið áhyggjur af því að sólin maður yrði undir í baráttunni við sólina, en það er ekki. Hún kannski hefur bara hjálpað okkur til þess að hafa þetta þó ekki fjölmennir en svo að þetta rými sem við höfum hér dugi. En Hildur Oddgeirsdóttir, þú ætlar að vera fyrst að stíga hér á stokk. Þannig er þjó. Þú varst nefnilega hérna síðastur ég með svona ljósmyndaminni. En þarna er þau. Þú ætlar að vera fyrst til að stíga á stokk, en áður en að þú kemur, að þá ætla ég að biðja Einar Gylfa að segja nokkur orð til okkar, og síðan þegar að hann er búinn þá kemur þú, Hildur, bara í beinu framhaldi. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl og takk ykkur fyrir að koma. Það er yndislegt hvað þessi þetta brall okkar hefur fengið jákvæðar undirtektir hérna. Og eins og ég hef oft sagt og segi eins og enn, það er ekki til betri staður að vera að tala við fólki heldur en þakkláttir og jákvæðir Vestmanningar. Það er bara þannig. En aðdragandinn af þessu verkefni okkar, sem er rétt að byrja, ég lofa því, það var þegar ég og Kjartan Ásmunds og Eiríkur H. Sigurgeirsson, gæðingur, ætluðum að hittast í kaffi. Við vorum búin að uppgötva nýju tækni og tala saman svona gegn netið og stórkostlegt alveg. Fættuðum við eitthvað aldamótin eða upp á aldamótin, að við ætlum að hittast í kaffi og það gekk svo illa fyrir okkur að samræma þetta því að Eiríkur var í útlöndum alltaf og þvælast að kenna fólki í Asíu eða fisk og svona. Þannig að við ákváðum að hittast bara í Eyjum og bjóða einhverju með okkur líka, og við hittumst niður á kaffi vina minni og það var úr að við myndum halda urðakattahátíð og það sem við myndum segja frá götunum sem fór undir hraun. Bakkastíg, Urðavegi, Landagötu sem okkur fannst vera aðalgöturnar náttúrulega, því við byggum við þessar götur. Og við töluðum við hana Kristínu Jó og hún vildi að þetta er hluti af goslokaháttíðinni. Og það gerðist 2012 og ég fekk inni hjá henni Helgu systur og Arnóri í kaffi vina minni, hérna kæmi kannski svona 10-15 manns að hlusta á Urðaveginn. Það var fylltist þvílíkt að fólk var borið út vegna loftleysis, það var bara þannig. Og þau voru hérna, Landagatan var einn og hvað heitir það? Það er innfrá hérna? Hvað? Sjöleikóp? Já, nákvæmlega, og þar var allt fullt og inn í Kró voru Atli og Kjartan að segja frá Bakkastígnum
og ég stóð þarna í myrkrinu og hlustaði á það og tárin lágunni, þeir voru svo væmnir, þetta kom allt svo beint frá hjartanu. Og við fórum síðan að tala um þetta, ég og Atli aðalega eftir á, hvað við hefum fengið mikið út úr þessu. Svo vorum við bennið endurtakandi hérna í Alþýðuhúsinu árið eftir, 2013, og við fórum að tala um hvað við fengið mikið út úr þessu, hvað það verið gott fyrir okkur sjálfa og hvað var ótrúlegt, hvað það var þakklátt. Þeir sem, hvað var margir sem vildi hlusta á þetta. Og svo fóru þeir, Atli þekki Kára, svo fóru þeir eitthvað að bralla. Svo hitti ég Atla á það sem við erum konum hugmynd, við ætlum að stofna nefnd, og þú átt að vera í henni og þú átt að vera formaður, þú átt að fá hana Þuru, hana Katrínu og við ætlum að búið til nefnd og halda svona. Og ég hef svo verið verkfæri í höndunum á þeim, aðalega Atla og Þuru, þetta litla sem ég geri eitthvað sem þau hafa sagt mér að gera. En allavega þetta voru alveg rosalega ánægilegt og skemmtilegt og við lögðum upp með þetta að við ætlum að tala við brottflutt Eyjafólk sem kæmi hingað og rifjaði upp minningarnar. Það var svona, en eins og alla snjalla hugmyndir þá vorum strax að þróast eitthvað. Því að strax í annað skipti þá fengum við hann hérna, hvað er hann, Einar Magnús að koma sem hefur lítið verið í Eyjum held ég, en allavega ekki innfæddur og hann talaði hérna frænda sinn sem heit Siggi Bö, ekki? Já. Og í dag tengdasonur Eyjana, Hafliði kallaði Diddi, hann hérna, og næst ætlum við að ganga þá lengra, við ætlum að tala við menn sem aldrei myndu vera kenndir við Eyjarnir sérstaklega. Ég veit ekki hverju það eru úrandi, það hefur sem sagt Bubbi Mortens og Egill Helga og Guðmundur Andri, þeir eru að koma hérna, þeir eiga það sameiginlegt að hafa verið í Eyjum stund og það breytti lífið þeirra. Það var nú bara þannig. Nú við völdum þessu nafn í byrjun með Eyjar í hjarta og hjartað í Eyjum, þetta er alveg rosalega langur titill, ekki satt? Það er allavega ekki hægt að birta neinstað með stórum stöfum, þetta tekur svo mikið plás, en hann ber merki þess að þetta er málamiðlun. Allir hringdi í mig og sagði, ég er búin að finna titil á þetta. Með Eyjar í hjarta. Ég gæti náttúrulega ekki verið minni maður og segja, já, og með hjartað í Eyjum. Já. En síðan þá hefur þetta styst svolítið og við köllum þetta nú bara Eyja hjartað. Og það rímar skemmtilega á við það sem hjarta slær, ekki satt? Sem Vestmanningar syngja, jafnveg þá áður en eru komnir á 3. glas. Nú orðið. Það er bara þannig. En sem sagt, við munum halda áfram að þróa þetta, sem sagt, við erum með langan lista af væntanlegum framsögufólki sem allir taka vel í sem við höfum leitað til. Einu sem hafa sagt nei er vegna þess að þeir eru staddir í útlöndum á þeim tíma. Það er komast ekki, það er bara þannig. Þannig að allir taka vel í þetta og við munum, eins og ég segi, við stefnum að gera þetta svona 3 ára á ári og höfum engar áhyggjur af því meðan þið nennið að mæta að þá munum koma hérna fólk til að segja frá því að Eyja hjarta það slær víða. Og áður ég hérna hleypi Kára á aftur þá ætla ég að nota tækifæri og þakka honum kærlega fyrir samstarfið. Þakka kærlega fyrir þau orð. En Hildur, ég ætla að biðja þig bara að koma hérna núna til okkar og byrja að gera svo. Skál í tjaldinu. Góðan dag, gott fólk, gaman að sjá ykkur öll. Heyrið í mér. Ég er svo lítil sko, ég er mikið títla. Og ekki nú verra að hafa heima klætt, þegar maður lítur út. Ég ákvað það að skýra þennan pistil, æskuheimilið og gatan mín. Ég heiti Hildur Kristjana, ég er vestmanningur í húð og hár og verð alltaf vestmanningur, því hér liggja ræturnar. Æskuheimilið mitt stóð við Heiðaveg 31 og hét húsi Stafnes. Þar fæddist ég árið 1951 og bjó til 20 ára aldurs. Foreldrar mínir voru Svava Guðjónsdóttir og Oddgeir Kristjánsson og voru bæði fædd í Eyjum. Mamma missti móður sína 7 ára gömul og eftir það leystist heimilið upp og fóru þau 4 systkinin á sitt staðinn. Hún bjó hjá nokkrum fjölskyldum sem barn eftir móðurmissinn en réði sig á unglingsaldri sem vinnukona hjá fjölskyldum hér í Eyjum og bjó þar samhliða. Hún var alltaf þakklát því góða fólki sem hún var hjá hverju sinni. Pabbi var einn 16 alsystkina, þar sem 10 náðu fullorðinsárum. Að auki átti hann einn hálfbróður, samfeðra.
Það segir sig sjálft að oft var þröngt í búi á heimili afa og ömmu. Pabbi og mamma hétu því að þegar þau eignust eigið heimili yrði það ævilega öllum opið og þau stóðu sannarlega við það. Ég langyngst 3 systkina, sannkallað örverpi. Systir mín Hrefna Guðbjörg, ýmist kölluð Bússa eða Búdda í dag, og 20 árum eldri en ég. Á milli okkar var drengur sem hét Kristján en var kallaður Kúti. Hann lést úr bráðaberklum aðeins 9 ára gamall og ég fæddist 4 árum eftir andlát hans. Búdda eignast 2 dætur, Söru og Svöfu, eða Öggu, sem eru 1 og 2 árum yngri en ég, með Hafsteini Ágústssyni, honum Happi í Varmalíð. Þau Búdda og Happi skildu þegar stelpurnar voru mjög ungar og voru þær frá þeim tíma aldar upp af foreldrum mínum. Síðar bætist Oddgeir, bróðir þeirra í hópinn. Alltaf var þess gætt að það sama gengi yfir okkur öll, því má segja að ég hef orðið elst 4 systkina. Búdda bjó líka heimilinu en vann alltaf fulla vinnu á símstöðinni og alla tíð hefur verið mjög gott samband við Happa og allt hans fólk. Eftir að Happi giftist Írisi og þau eignust sín börn, þetta fólk var mér alltaf einstaklega kært. Pabbi átti það til að gefa fólki gælunöfn og voru sum létt kvikindisleg. Hrefna Guðbjörg var tippin þegar hún var lítil og mynt á Búdda líkneski og því var hún kölluð Búdda, sem síðar breyttist í Bússa. Fjölskyldan og náni vinir hafa þó alltaf kallað hana Búddu. Kristján bróðir minn var litli kúturinn á heimilinu og fékk gælunafni Kúti. Ögga var litla Ögnin og bar það með rentu. Hún var með pela þangað til hún var 6 ára og skammaði sín ekkert fyrir það. Því viðbótar ofantöldum var Kjartan Bjarnason í Djúpadal, dætt í Djúbó, einn af heimilisfólkinni. Hann var í fæði hjá foreldrum mínum í áratugi alla daga ársins, en bjó alltaf í Djúpadal við Vesturveg sem við Hafsteinn eigum í dag. Auk hans voru í fæði yfir lengri að skemmri tíma Ólafur föðurbróðir minn og Sigurður Jónsson frá Vopnafirði, kallaður Siggi Kústaus af Eyjamönnum. Kynni hans af fjölskyldunni báru að með skondnum hætti. Hann kom til Eyja með Árna Guðjónsssyni frá Breiðholti og Eddu Ragnarsdóttur, dóttur Ragnars í Smára, sem var góður vinur foreldra minna. Þetta var á hveitibrauðsdögum Árna og Eddu. Þau voru hún létt leið á ferðafélagunum og vildu losna við hann stund. Komu þau í heimsókn í Stafnes með Sigga og skilda þar eftir og þar var hann í marga mánuði. Umræddur Siggi, já, hann, eins og Búdda orðaði það svo smekklega, hann Árni, hann lagði hann Sigga inn á heila veginn. Umræddur Siggi átti eftir að koma til Eyja mörgum sinnum í mislangan tíma og vann meðal annars hjá Vestmannaeyjabæ og Bifreiðastöð Vestmannaeyja. Þá var hann í fæði hjá okkur en leigði herbergi út í bæ. Alltaf var haldið upp á afmæli heimilisfólksins með pomp og pragt. Sérstaklega eru eftirminnileg afmæli pabba. Húsið fylltist af hressum köllum, 3 rétti af matu var borin á borð og við krakkarnir fengum að taka þátt í gleðinni. Þegar líða tók á kvöldi voru sagðar sögur, mikið hlegið og sungið fram á nótt. Já, það var mér smá. Mamma hélt vel utan hópinn sinn og átti það bæði við börn og fullorðna. Má segja að það hafði náð langt út fyrir fjölskylduna því vinir okkar urðu hennar vinir. Hún naut þess að gera vel við heimilisfólkið og gesti. Það er ekki langt síðan að vinkona mín Birna Ólafsdóttir var að rifja upp hvað það hefði nú verið notalegt þegar mamma kom niður í herbyggi mitt með bakka þar sem var á bananabrauð og mjólk handa okkur. Systurson pappa Svavar, sem kallaði var Poll á þessum árum, var mjög náinn fjölskyldunni. Mamma hans Klara var berklasjúklingur og dvaldi löngum stundum á Vífilsstöðum. Á þeim tíma kom hann til okkar daglega því mamma vildi sjá hann fengi lýsið sitt daglega og eitthvað gott að borða.
Er mér mjög minnistætt þegar foreldrar mínir héldu fermingarveislu hans heima í Stafnesi. Mamma var mjög mannblendin og hafði gaman af að hitta fólk og spjalla við það. Einnig var húmorinn á réttum stað. Nú ætla ég að laga okkur reglulega góðan sopa. Var oft viðkvæðið þegar fékk fólki heimsókn. Yfir sumartíman var mjög gestkvæmt á heimilinu. Má þar nefna heimsóknir systkina foreldra minna sem bjuggu á fastalandinu og þeirra fólk. Margir gistu en öðrum var boðið í mat eða kaffi. Átti þetta líka við ótal marga aðra, svo sem vini þeirra og ýmsa sem tengdust störfum pappa. Þegar ég lít tilbaka skil ég ekki hvar mamma kom öllum þessum næturgestum fyrir í gegnum tíðina og hvað henni virtist það áreynslulaust að bjóða fólki heim. Eins og máltæki segir, þar sem er hjartarúm, þar er alltaf húsrúm. Ekki ætla ég að telja upp allt þetta fólk, en mig langar að segja eina litla sögu. Einu sinni spurði mig strákur, er kallinn sem gengur bæinn að lesa bók heima hjá ykkur? Hann er líka stundum með handklæði á hausnum. Ég jankaði því. Það var Róbert Abraham Ottosson, söngmálastjóri Þjóðkirkjunnar, sem kom nokkru sinni til Eyja og dvaldi í Stafnesi. Hann elskaði Eyjarnar. Hann var reyndar með frottislopp en ekki handklæði á kollinum. Róbert stundaði nefnilega sjóböð þegar tækifæri gafst og skellti sloppnum og toppstykkið til að halda sér í það. Mér langar aðeins til að segja frá pappa og störfum hans og áhugamálum þessum árum. Eftir venjulegan vinnudag tók við einkakennsla á hinni ýmsu hljóðfæri í stofunni heima og lærðum við fljótt að taka tillit til þess. Auk þess var hann umboðsmaður Samvinnutrygginga, Bananasölunar, Krummalakkrís, Þjóðviljans og gjaldkeri Eyjablaðsins og sýndi þeirri vinnu á heimilinu. Stundum skemmdust banana og lakkrískassar í flutningi til Eyja sem þá var ekki hægt að selja. Nutum við krakkarnir á heimilinu og vinir okkar góðs af. En við stelpurnar færðum okkur upp á skaftið. Pabbi tók eftir því að lakkrískassarnir voru farnir að skemmast óeðlilega oft. Þegar farið var að kanna málið kom í ljós að litlir puttar voru þar að verki. Tónlistin var aðaláhugamál pappa. Hann byrjaði snemma að semja tónlist og hélt því áfram til æviloka. Hann hefði eflaust notið þess að hafa fleiri stundir fyrir þá iðju. Starf hans við Lúðrasveit Vestmannaeyja og Lúðrasveit í skólina var honum mjög kært. Æfingar þeirra tóku sinn tíma, auk þess sem hann vann gjarnan á útsetningu fyrir þær langt fram að nótt. Auk tónlistarinnar hafði hann mikinn áhuga á bókum, ljósmyndun og garðrækt, en hún var sameiginlegt áhugamál foreldra minna. Hann tók virka þátt í starfsemi Agoges og Rótari hér í Eyjum, svo eitthvað sé nefnt. Ég var alltaf mikil pappastelpa, leitast við að vera með honum eins oft og hægt var. Eftirminnilegar eru lúðrasveitaræfingarnar sem ég fekk oft að fylgjast með. Það var náinn og góðu félagskapur sem hafði áhrif á allt fjölskyldulífið. Skemmtilega voru gönguferðirnar með honum í Eyjuna, sérstaklega á sunnudagsmorgnum. Mér minnistætt þegar þjóðhátíð nálgaðist og lögin voru að fæðast hvað hann var annars hugar og erfitt að ná sambandi við hann þegar ég þurfti að spjalla. Stundum fór ég með honum í bæinn, en þá leiddi hann alltaf. Hann gekk með hatt og tók ofan þegar hann mætti konum. Það þótti mér asnalegt. Sérstaklega því ég fór að eldast. Ég spurði einu sinni, pabbi þarft alltaf að vera þessu. Hann lét sem hann heyrði ekki spurninguna og reyndi ekki aftur. Ég var ekki há í loftinu þegar ég fór að rukka fyrir hann vegna umboðssölunnar. Kynntist ég þá flestum verslunarmönnum Eyjanna og man enn í dag hverju borguði strax og hverju ég þurfti að eltast við. Heiðavegurinn var líflegur á þessum árum, skemmtilegi krakkar í nánast hverju húsi og þeir fullorðnu ekki síður eftirminnilegir. Í húsinu Breiðabólstað fyrir neðan okkur bjó Kristján afi og amma Elín. Upp á lofti hjá þeim bjó Kristbjörg, kölluð Bogga, systir pappa og Leo og dætur þeirra Elín og Fjóla. Á bakvið húsi var afi með trésmíðavestaði og kindakofa sem kemur við sögu síðar.
Í húsinu fyrir ofan okkur bjuggu fyrstu árin Ólafur föðurbróðir minn og María Friðriksdóttir, kölluð var Hattadamma og var, sem var systibinna í Gröf. Þau voru barnlaus, en María var okkur krökkunum í hverfinu afskaplega góð. Við fórum í sendiferði fyrir hana og fengum peninga launum. Oft fengum við að leika inn í henni sem var mjög spennandi. Einnig áttum það til að gefa okkur gjafir þegar þú Óli komið frá útlöndum. Síðar keyptu það hús Unnu Guðjónsdóttir leikkona og Sigfús Sveinsson. Þar fyrir ofan bjuggu Salóme og Vigfús og sonurinn Gísli, æskufélagi minn og síðar skólabróðir. Niðri hjá þeim voru fyrstu árin Ágúst Hreggviðsson og Hulda Samúelsdóttir með Ástibínu litla. Er það ekki rétt hjá mér, Hulda mín? Var yngast en að fætt? Já. Í neðsta verkamannabústaðnum hinum með götuna bjuggu Bjarni Bjarnason rakari og hans fólk. Þar fyrir ofan Fanný og Páll Eyjólfsson og börn þeirra Guðlaug eða Lulla, Ásta, Erla og Tommi. Tommi Páls, hann hétt Tómas og heiti Tómas. Á neðri hæð í næsta húsi voru Hilmir Högnason og Alda með 4 börn sín. Það var Hörður, kallaður Heila Seila, Hrefna og Guðni Sigríður, Gunni Sigga og Birna. Pabbi gaf Herði viðurnefni Heila Seila eftir hennu þekkta skátalegi, en Hörður var mikil skáti. Í suðurenda húsins bjuggu Ingimundur, oft nefndur Ingimundur 111, og Jónína. Þar næst voru Helga Jó, hjúkrunarkona, og Kristinn Magnússon og börn þeirra Ólafur, sem var góður vinur Kúta bróður míns, Theodóra, Jóhannes og Guðrún Gunna, öll kennd við Verkó. Ofan við þau bjuggu Ingólfur Theodórsson og Siggi Skuld með sitt fólk. Þar næst kom Stefán Árnason, Stebbi Pól, en á neðri hæð bjó Ási Bæ og Friðmey með börnin Gunnlaug, sem á þessum árum var kallaður Brúsi, og Kristínu, Kitty Bæ og Eyjólf. Í suðurendanum voru Helgi Þorsteinsson og Hulda frá Hrafnagili, þau áttu 2 dætur, Hrafnild og Helgu. Í efsta verkamannabústaðnum bjuggu Magga á Hvanneyri og Egill með Kristján, sem var líka góðu vinur Kúta, Egil og Kristinn og tvíburinnar Hrönn og Heiðar. Í suðurendanum bjuggu svo Páll Þorbjörnsson, Kratapáll og Heiða með börn sín Dúddu, Dúru, Bíbbu, Bobba og Tobba. Pabbi minn hafði ekkert með þessi gælunöfn að gera. Nokkrar af ofantöldu fjölskyldum fluttu sér úr götunni og aðrar kom í staðinn. Æskufélagi mínir á þessum árum, fyrir utan Söru og Öggu, voru Kitty Bæ, Gísli Fúsa, Gunni Verkó, Fjóla, Tommi Páls, Hörður Heila Seila, Gunni Sigga og þær systur, Kristín Egils og Tobbi Páls. Síðar bættist ýmsir skólafélagar í hópinn. Við krakkarnir lékum okkur mikið saman, ýmist út á götu eins og tíðkaðist á Mangatúni eða heima hvert í öðru. Svo voru afmælisboðin fastur liður. Það tíðkaðist í þá daga að krakkar voru sendir í búðir, bæði fyrir mæður sínar og konurnar í götunni, til að kaupa ýmislegt smálegt, og voru sígarettur þar ekki undanskildar. Allt var skrifað því allir voru með reikning í litlu borgarbjögga. Þar með vissi maður nákvæmlega hvað sígarettutegund hver kona reykti. Það kom sér vel þegar við stelpurnar 3 og Kitty Bæ fórum að reykja í kindakónum og Safa. Afi var þá dáinn og enga kindur lengur í kofanum. Kitta hafði hnuplað nokkrum sígarettum frá Ása pappa sínum, en þær kláruðust fljótt. Þá þurfti útvegað meira og voru góður á dýr. Ég fór 2 ferðir til Björgviborg og lét hann skrifa sígarettur. Í annað skipti á Saló og hitt skipti hjá Unni Guðjóns. En Adam var ekki lengi í paradís. Ögga byrjaði að gubba og allt komst upp. Þetta var upphafið og endurinn á mínu reykingaferli. Ég verð að bæta við sendiförðunum sem ég fór fyrir til Páls. Hún kallaði á mig með jöfnu millibili. Hildur, viltu tala hans við mig? Ég vissi alveg hvað hún ætlaði að segja. Svo hélt hún áfram, viltu fara á Sólvang og kaupa þessar stendur á miðanum?
Ég vissi alveg hvað stóð með hann. Það stóð alltaf það sama. 1 pakki Mótes. Þið vitið alls hvað Mótes er það ekki. Mér þótti þessar sendiferðir ekki skemmtilegar. En Erla bætti mér alls sannarlega upp þegar hún fór að vinna á búrinu við Kirkjuveg. Þar sem hún laumaði mér ýmsu góðgæti, svo mátti ég hanga þar inni eins lengi og ég vildi þegar hún var að vinna, en það mátti ekki alltaf. Daglegi gesti voru Helga Jó og Unnur Guðjóns, einnig voru Saló, Fanný og Friðmey, góðar vinkonur mömmu. Í stuttum máli má segja að Helga hafi verið bjargvætturinn en Unnur skemmtikrafturinn. Í Helgu var alltaf kallað ef eitthvað bjátaði á. Hún var í raun með okkur bæði í gleð og sorg. Unnur kom oft við heima undir hádegi. Þá var hún búin að vísitera hjá Jónu systur sinni sem bjó austur á Urðarvegi og Þuru systur sem bjó á horni Hásteinsvegar og Heiðavegs, auk þess að hafa hitt hina ýmsu á leiðinni. Hún hafði því frá mörg að segja. Tíminn flaug og fyrir en varði var klukkan að verða 12 og Fúsi á leið heim í mat. Fékk hún því oft kartöflurnar soðna með sér heim. Og hvað hún var snögg þegar hún vippaði sér yfir steinvegginn sem skildi að lóðurnar. Seinna fengu þessar 2 heiðurskonur, viðurnefnin krosslöpp og hraðlöpp. Það kom til að því að Helga stóð alltaf með fæturna í kross og Unnur alltaf á hraðferð. Nágrennið á Heiðavegi spannaði allt pólitíska litrófið eins og það var í þá daga. Helga Jó var sjálfstæðarskona, Unnur krati og foreldrar mínir vinstrisinnuð. Oft var mikið diskuterað, rifist og hurðum skellt. Það var aðalega Helga sem gerði það. En hún var varla komin yfir götuna heim til sín þegar allt var rokið úr henni og hún var komin aftur eftir skammastöð. Ein kona er mér mjög minnistæð, en það var Magdalena Einarsdóttir eða Malla eins og hún var kölluð. Mamma hafði kynnst henni á sínum yngri árum þegar þær voru báðar vinnukonur á Bustafelli. Hún var góð, hlý og klár kona og hafði reynst mömmu vel. Og til gamans má geta þess að Malla var móðuramma Guðrúnar Ögmundsdóttur fyrrverandi alþingismanns. Og eins og Guðrún sagði eins og við mig, Malla, amma eru með sömu röddina en ég var hausnum að reyna hún. Og Guðrún ekki hávaxin kona. Malla var ráðskonu Jónasi Bjarnasyni á Boðslof 5 og kærasta frá gamalli tíð. Hún spáði bolla og þótti saligram mjög gott. Það var eins og hún fyndi á sér ef lampaspritt var til á heimilinu. Flestir notuðu það útvortis en Malla var ein af þeim sem gerði það alls ekki. Heldur fékk hún sér góðan slurk í kaffið. Tilsvör Möllu er enn þann dag í dag notuð af fjölskyldunni. Búdda átti að til að spyrja Möllu nærgöngulla spurninga samband hennar við Jónas. Svo gamla lét ekki hanga sig en svaraði, nú getur Rúnk ekki reiknað. Einhverju sinni kom Búdda heim til Möllu og sá bleika náttkjól í rúmi Jónasar og vildi fá nánari skýringar. Giskað á, stúlka, var svarið sem hún fékk og þar með var málið útrægt. Malla kom einu sinni sem oftar heim. Þá voru þar mamma og Búddi í eldhúsinu. Búdda satt með lappirnar upp á stól og var að stoppa í sokka sem var að eigin sögn ekki hennar sterkasta hlið. Og ef hana vantaði eitthvað kallaði hún á mömmu í stað þess að hreyfa sig. Malla leit á mæðgurnar til skiptis og sagði, hún getur gróft ef vel fer hana. Eins og áður kom fram spáði Malla í bolla. Þegar sá gállin var á henni var hún mjög spekislega á svipinn og fór alveg upp í andliti á viðkomandi því hún bæði sá og heyrði illa. Hún spáði einu sinni fyrir mér. Það var þegar ég gekk með mitt fyrra barn. Þetta er stelpa, eða kannski tvíburar. Barnið var síðan skýrt Leifur Geir. Í flesta götur í Eyjum fundu krakkarnir sér eitthvað til að atast í, svo var líka í okkar götu. Ingimundur 111 sem bjó í húsinu á móti var oft fyrir barðina okkur.
Á veturna létum við snjókúlu dynja á eldhúsglugganum hjá honum, þóttust við vera að reyna að hitta ljósastyrinn fyrir framan húsið. Og ég ætla að taka fram að Tommi Páls átti alltaf bestu skotin. Ingimundur kom oftar en ekki öskvillur út og reyndan á okkur. Einu sinni náða mér og tuskaði með þess til. Ég grenjaði eins og ljón, skíthrædd og sprændi buxurnar. Allt fólkið í húsunum í kring var komið út á stétt því lík voru óhljóðin þegar Ingimundur skilaði mér heim. Nokkru seinna kom Óli Kristins til mín og sagði: Hildur mín, næstu ætlar að stríða honum Ingimundi, komdu þá bara til mín, kallinn þarf ekki til mig. Ekki stóð nú til að minni hálfu að endurtaka leikinn því ég var eins og skelkuð, en skjótt skipast veður í lofti. Nokkru seinna stóðu við krakkarnir út á götu og sáum það kvikna ljós í ganginu hjá Ingimundi og var hann á leiðinni við stigann. Einhver í hópnum segir: skyldi hann vera að fara á klósettið? Við hlupum út á brunn hjá Helgu, Jó og Kitta og viti menn, við sjáum ljós kvikna á klóinu. Hluti á glugganum var klæddið með vírnetti og sjálf salernið var staðsett undir glugganum. Þetta hentaði mjög vel. Við hingruðum í smástund meðan hann var að koma sér fyrir, en létu þá snjóboltana dynja á glugganum þar sem vírnetti var og leið heyrðum við öskrin í kallinum. Ég notaði tækifærið og hljóp inn til Óla, en hvað varð hina krakkana vissi ég ekki. Þeir spiluðu oft Lomber heimi á Gunni Verkó, pabbi hennar Kitti, Steppi Pól og Kratapáll. Gunna var látin standa við hliðin á Steppi Pól og fylgjast með honum því hann átti að til að svindla. Kallarnir gleymdu fljótt stelpunni og ræddu hinn ýmsu mál. Einu sinni heyrir Gunna að þeir fara að tala Mari, konu Óla frænda míns. Hún sé hann svo drikkfæld að það horfi til vandræða. Eyrun og Gunnu stækkuðu. Hún læddist út og hitti það fyrir Brúsa, það Gulli bæ. Gunnar segir hún tíðindin. Brúsi bregst þeim versti við og segir þetta geti bara ekki verið því hún Mari sé svo góð. Þau ræða málin góða stund og ákváðu svo að fara bara og spyrja hana. Þau tromma í stéttina, hringja dyrabjöllinni og Brúsi hefur orðið. Það satt, Mari, drekkur þú brennivín? Hver segir þið það, segir Mari og mjög hvöss. Gunna sagði mér það og Kratapáll sagði henni það. Eftirmálan ætla ég ekki að útlista hér, en það fór allt á annan endan í götunni. Þegar ég var á 15. ári lést pabbi skyndilega 54 ára gamall. Var það okkur mikið áfall, svo mikið áfall að ég fyrir mitt leyti sá ekki lengur tilgang með lífinu. Ég breyttist úr lífsglöðum unglingi í ábyrgðarfulla unga konu. Mamma átti mjög bágt og voru við tíma hræddum að missa hana líka. Heimilislífið breyttist mikið. Eins og þeir vita sem hafa mist heldur lífið áfram og með tíð og tíma það allar góðu minningarnar sem hjálpa á erfiðum stundum. Þegar við stelpurnar eignumst heimili og börn hélt mamma áfram að leggja okkur lið. Átti það bæði við börnin mín og langur með börnin hennar. Þau elskuðu hann öll. Ég ætla í lokin að venda mínu kvæði kross. Í dag 28. ágúst og þá vill svo til að við Hafsteinn eigum 45 ára brúðkaupsafmæli. Í tilefni af því fáið þið að sjá mynd þegar amma og afi voru ung. Takk fyrir mig. Skulum leyfa þessari mynd að vera, Hafsteinn, bara aðeins áfram. Mér langar til að þakka þér, Hildur, fyrir að opna aðgang að heimili sem að verður okkur hér í Vestmönnum ávallt hugstætt. Alla. En næstu til að koma Hafliði Kristinsson og ég ætla að biðja þig bara að gjöra svo vel. Komið sæl. Ég heiti Hafliði Kristinsson og
ekki innfæddur Vestmannaeyingur, kynntur sem tengdasonur Vestmannaeyja. Ég veit ekki alveg hvað ég á að gera með þann titil. Ég sat einu svona hlusta á mann sem var að taka á móti heiðurs doktorsnafnbót í skóla og háskóla einum vestur í Bandaríkjunum, og hann sagðist ekki alveg vera viss hvað hann ætti að gera með þetta eða á hvernig átti þetta gæti gagnast honum, en bætti svo við: þetta er svolítið eins og með svínið og rófuna. Ég veit ekki alveg til hversu rófan og svíni er, en svíni er alltaf mjög stolt af því. Svo ég veist, ég takið hennan titil og nota hann eins og svínið. En er þakkláttur fyrir að fá að vera með ykkur og fá að taka þátt í þessari sögustund. Ég er sem sagt giftur konu frá Vestmannaeyjum, hún heitir Steinunn Þórðardóttir og er með mér hér í dag. Svo ég ætla að segja ykkur svolítið frá því hvernig ég hef kynnst Vestmannaeyjum í gegnum konuna mína. Vestmannaeyjar voru alltaf langt í burtu landfræðilega þegar ég var að alast upp. Það var til dæmis langt að ferðast frá Þykkvabæ til Eyja, en samt að fullt af Vestmannaeyingum sem hafðu ferðast þessa löngu leið og sest að á flestum bæjum kringum bíli foreldra minna. Þar voru systurnar Klara, Halldóra og Sigríður Magnúsdætur, systur Magga í Dölum, og þar giftust 3 málsmetandi bændum, og svo var Grettir Jóhannesson sem bjó á Skarði í Þykkvabæ. Ég er sem sagt ættaður á Þykkvabænum. Einstaka Þykkbæinga mistum við svo til Eyja. Þeir fóru vanalega á vertíð og svo var bara allt of langt tilbaka. Þó að loftlínan sé ekki löng að þá tekur langan tíma að komast til Eyja. En þegar ég fór á samkomur í Fíladelfíu í Reykjavík þá var alltaf stutt í Eyjarnar. Ef það voru ekki skaftarnir sem gnæfðu allstaðar yfir og upp úr fjöldanum, þá var það Einari Betel sem flutti í bæinn og tók yfir með öllum sínum áhugaverðu sögum frá Eyjum. Og allt í einu var Fíladelfíu orðin eins konar útibú frá Vestmannaeyjum. Þar byrjaði vakningin, sagði Einar, og sagði okkur síðan frá Jóni Brandtssyni afa sínum sem átt hafði 30 börn, og því hlaut ættleikur hans að liggja víða. Úr púltinu talaði Einar Óskar bróður, rétt eins og hann var í bróður okkar allra, og við þá væntanlega hluti af systkinahópnum í Vestmannaeyjum. Svo flutti æskuvinur minn Gerjón til Eyja, og allt í einu var engin staður á jarðríki eins dásamlegur og Eyjarnar. Og þá því engin furða að maður færi að leita upprunans, að kanna hvort ekki var hægt að tengjast þessum dásamdastað betur. En áður en Gerjón hafði fallið fyrir Eyjunum, þá hafði ég farið í mína fyrstu heimsókn til Eyja. Þetta var sumarið 1971 og Eyjarnar skörtuðu sínu fegursta: Siggu í framtíð, Sigga reim og Braga í höfn. Þetta var fyrsta fólkið sem að ég hitti þegar ég rölti daginn, fyrsta daginn á virkum degi, þegar allir virtust vera í vinnu eða vant við látnir. Sigga í framtíð sagði mér að hún væri hægt að reykja, en fékk sér stöku smók þegar einhver gaukaði að henni réttu. Ég komst að því að hún lagði gjarnan til að hún fengi lánaða eina og eina, svo hún var eiginlega bara hægt að borga fyrir reykingarnar, hún var ekki hægt að reykja. Svo hitti ég unga fólkið, sérstaklega betilingana, og Björg Halldórs ákvað að kynna Steinu í blokkinni fyrir þessum nýkomna, en fann sig núna til að vara hana við þegar hún heilsaði mér, því ég hefði bara eina hendi. Steina gerði það í mörg ár og gaf ekki kost á nánari kynnum fyrir löngu eftir gos. Svo komst ég að því að margir fengu viðurnefni, en ég var ekki nógu lengi í Eyjum til að eitthvað festist, kannski hefði það orðið Hafliði með hendina. Ég vissi allavega ekki af þessari viðvörum Bjargar fyrir en nýlega þegar Steina var í einhverjum játningaharm. Þetta var fyrsta ferð mín til útlanda. Mér fannst að minnsta kosti eitthvað svo framandi og sérstakt við Eyjarnar þessa ferð sumarið 71. Þannig að það gat hæglega talist til ferða á framandi slóðir. Veðrið var frábært eins og í dag. Krakkarnir skemmtilegir og mannlíf eitthvað svo miklu opnara og líflegra en ég hafði átt að venjast. Það finnst mér að vísu ennþá, öllum þessum árum eftir fyrstu kynnin. Opnir og sérstaklega skemmtilegir sögumenn. Steina átti líka þessar skemmtilegu vinkonur og ég fekk að kynnast þeim einni af annari. Það var Hrefna Bald og Snorri,
Síðan komu það hver af annari, Silla Bjarna, Þórunn Óskars og svo var hún Þura Bernódus. Í tilefni af 60 afmælisári þeirra vinkvenna þá fórum við í 10 daga reisu til sólríku Kaliforníu og þar skiptust þau Þura og Snorri á að segja sögur frá Eyjum í 10 heila daga frá morgni til kvölds án þess að endurtaka sig einu sinni. Og við fórum meðal annars í Blökkukirkju og þar var mikið fjör. Þegar komið var að samskotum þá voru allir þeir sem gáfu 10 reglulega bennir að standa á fætur. Það voru 8 hnarristi vestmenningar sem risu hratt á fætur, ákafir að taka þátt í öllum sem var að gerast á þessari fjöru og söngkomu. Við Steinar sátum sem fastast enda höfum við aldrei gefið 10 til þessari kirkju. En þetta sýndi mér og sannaði að vestmenningar eru alltaf til í að taka þátt. Og kannski það að bera í Bakkavillalækinn að fara að segja sögur af vestmenningum hér í dag. En ég ætla að taka áhættuna og rifja upp nokkur eftirminnileg augnablik af samveru minni með þessum skemmtilega þjóðflokki rúm 40 ár. Tengdamamma mín sem hérna með okkur í dag, hún Dóra frá Hlíðardal, og Daldi, tengdapabbi sem nýláttinn, hann kom frá Akureyri, var á vertíð og festist í Eyjum fram að gosi. Tengdapabbi sótti sjóun tíma, hann var á Skuldinni meðal annars með Guðjónu og Begga frá Hlíðardal og Beggi var einn af þessum eftirminnilegu karakterum, öðlingur heimasækja fyrir nánast alla nema Davíð Oddsson og forkólfana í LIU. Ég fekk reglulega að heyra þeim útúðað hjá Begga. Og ég var að rifja þegar við sigldum hérna frá Landeyjahöfn og til Eyja í dag og sigldum frá hjá Eyja. Ein af svona þessum eftirminnilegu heimsóknum til Eyja var þegar að Beggi og bændurnir í Dallas fóru út í Elliðey til þess að smala og ríja og ég fekk að vera með þeim. Komst að því að það var engin höfn í Elliðey. Menn þurfti að stökkva frá borði og reyna að hitta á klett sem var þarna. En það var eftirminnilegt og ein af ótalmörgum ánægjulegum minningum sem ég hef átt frá Vestmannaeyjum. Þegar að tengdaforeldrar mínir fluttu síðan upp á land eftir gos, ákváðu fljótlega að reyna að selja í Eyjum og kaupa upp á landi. Við leituðum til Einars í Betel og hann var ekki lengi að setja hjólinn af stað. Hann talaði við fasteignasala, vin sinn, sem var heldur framlágur þegar Einar hringdi. Hann hafði átt að hugsa hænsnabú þeirra hjóna, meðan frúin var erlendis en hafði dóttir hessilega í það og ekki sinnt neinu. Einar fékk nú Dóru og Dalda í lið með sér og þau fóru öll suður á Vatnsleysuströnd til að hirða egg og gefa hænunum, á meðan fasteignasalinn setti stóran pott af eggjum á helluna. Eftir eggjatínslu var sesta snæðingi og síðan var komið að erindinu. Fasteignasalinn vissi af ljómandi íbúð í Skipholtinu sem útgerðarmaður utan af landi átti. Einar bað fund með eigandanum og þegar þeir settust niður til að ræða málin vék Einar sér að Dalda og sagði: "Nú þegir þú, ég tala." Og það leyfi var auðfengið. Og nú beitti Einar allir sinni mælsku snilld að segja frá gosinu og bári stöðu flóttamannanna frá Vestmannaeyjum. Samningar tókust á metraða og fyrir mismun á íbúðinni í blokkinni og stórri íbúð á besta stað í Reykjavík fenguðu fyrsta bílinn sinn. Einar sagði mér eins og upp frá því að fasteignasalinn var búinn að gefa upp einhver ákveðna tölu á þessar íbúð. Svo þegar hann skrifaði niður tilboðið þá skrifaði hann óvart lægri tölu en fasteignasalinn hafði rálagt. En ræðan hafði svo mikil áhrif á útgerðarmanninn að hún var alveg sama einhverja 100.000 kalla til eða frá. Þetta voru líklega einhver bestu fasteignakaup Vestmannaeyja eftir gos, ger ég það fyrir. En Einar var góður vinur okkar hjóna og við störfuðum saman árabil í kirkjunni og þegar heilsan brast þá fór Einar fram á það við mig að ég tæki við forstöðu í Fíldelfíkirkjunni. Og það var skömmu eftir þessi leiðtogaskipti að Einar hringdi mig og bað mig að gera sig greiða. Hann Árni Jónsson verður 50 á laugardaginn og ætlar að halda veislu í Örkinni í Hveragerði. Mér vantar einhvern til þess að fara með mér, sagði hann. Verður til í það? Já, ég taldi það nú líklegt en sagði ég framt að ég þekkti Árna ekki neitt persónulega. Það skiptir engu, sagði Einar. Og það skiptir engu þegar við giftum okkur við Steina og við höldum upp á í janúar eigum 40 ára brúðkaupsafmæli, það er svona stór hátíð framundan, að þá
voru einhverjir gestir frá Svíþjóð í heimsókn hjá Einari og Einar bara kiptiði með, Einar bara tók með sér fólk í veislu. Við vorum búin að útbúa einhvern gestalist en Einar bara, það voru gestir hjá honum og hann bara kiptiði með sér. Svo ég kunni alveg á þetta, ég vissi alveg að Einar gerði þetta, svo hann bara sagði að það skipti engu máli. Og svo bætir hann við, þeir hafa verið að spyrja mig að því hjá Sjálfstæðisflokknum hvar þú stæðir í pólitík. Og ég sagði þeim að við hefðum ekki rætt það okkar í milli, en þú myndir hreinsa loftið ef þú kemur með, sagði hann. Og mér datt þessi sagan svolítið í hug þegar ég heyrði af Palamag. Hann er búinn að hreinsa loftið. En svo bætti hann við og takt hana Steinu með þér, hún er á svona kratakynni. Steina sagði þvert nei við tilboðinu. Alveg þangað að lína hans Einars hringdi og spurði hvort hún verið til að koma með henni. Svo þessi 4 manna fylking, krata og sjálfstæðismanna, gekk í humátt á eftir Einari inn í veislusalinn þar sem Einar settist nálægt snyrtuborðinu og sagði okkur að setjast hjá sér. Síðan kom straumur veislugesta, flestir frá Vestmannaeyjum og allir heilsuðu Einari. Einar heilsaði öllum innilega og sagði þeim síðan að heilsa okkur 3 líka. Og ég efast að Árni Jónsson hafi heilsað jafnmörgum veislugestum og við Steina gerðum þennan eftirminnilega laugardag í Hveragerði. En jafnvel þó ég hafi komið til Eyja fyrir gos, þá þekki ég ekki eyjarnar í öðru formi en með eldfellinu og stóra hrauninu sem gnæfir yfir austurhluta bæjarins. Það eru fjöll alveg ofan í manni í Eyjum. Það getur verið svolítið uppáþrengjandi fyrir mann sem er alinn upp í Þykkvabænum. Ég man að þegar ég kom í fyrsta skipti með Steinu í heimsókn í Kartöflubæinn á fallegu sumarkvöldi, þá var mér umhugum að sýna henni fegurð fjallana allt í kring. Hvaða fjöll, sagði hún, með hálfgerðum þjósti. Það eru engin fjöll í Þykkvabænum, það eru bara hólar. Ég fór að tína fjöllin, komin í Bullandi vörn. Það er Eyjafjallajökull, það er Tindfjöll, það er Hekla, það er Búrfell og Ingólfsfjall. Þau eru svo langt í burtu, sagði hún, þau teljast ekki með. Næst ég fór með henni til Eyja, þá skildi ég hvað hún átti við. Hún rak sig nánast í hána þegar hún fór út dyrnar á blokkinni í gamla dag. Og eftir við fórum að ganga á fjöll, þá settum við okkur það markmið að ganga á tindana í Eyjum og ég naut þeirra forréttinda að fá að ganga með henni upp á Heimaklett í fyrsta sinn frá því hún var rétt ófædd og hafði farið með mömmu sinni ófrískri upp á þennan illvíga klett. Núna reynum við að fara með alla fjallfæra gesti upp á Heimaklett til að njóta þessa óborganlega útsinnis bæði yfir bæinn og í átt að jöklunu sem að þið Eyjamenn deilið með Þykkvabæingum. Ég er enn þeirrar skoðunar að það að hafa fjöllin í ákveðinni fjarlægð geri okkur Þykkvabæinga víðsýna. Steina fæddist í Hlíðardal, nánar tiltekið í stofunni á Hlíðardal og ég hef sjaldan komið í minna hús, það er vísu búið að stakka það, ég hef komið þangað síðan að það var bætt við, en það var ótrúlega lítið þegar við löpum þar inn og þegar mér var sagt hversu margir hefðu búið þarna, þá skildi ég betur máltækið að þröngt mega sáttir sitja. Það var kannski þröngt hjá mörgum en nóg hjartarúm. Einn þeirra sem tók mér eins og nánum ættingi var Hjalli á Hól. Honum kynntist ég í Betel og við tengdumst mörgum nánum böndum. Hann var tengdapabbi yngsta bróður míns og svo spiluðum við báðir á trompeta. Hann var einn þeirra sem gerði manna betri einstakling en maður gat orðið einn og sér. Og það átti ekki síst við þegar við vorum að spila saman. Hann hafði einhvern fallegasta tón í trompetnum sem ég hef heyrt. Að spila með honum þýddi að minn tón var miklu fallegri en þegar ég spilaði einn. Og þannig finnst mér að samveran með Vestmanningum hafi bætt líf mitt og aukið verulega ánægjustundirnar í lífinu. Ég hlakka til að eiga fleiri ánægjustundir með vinum sem ég hef eignast gegnum árin, kannski að ferðast með vinkonum Steinu og mögum þeirra, eða syngja og spila með Unni og Simma hérna mættan. En þau eru hluti af æsku vinahópnum mínu úr Reykjavík, úr kirkjunni, úr Betel og hluti af tónlistinni sem ég hef verið virkur þátttakandi í gegnum tíðina. Kannski ein svona lítil saga bara af mér
í lokin. Ég er ættað norður úr Fljótum, það er svona hluti af mér, mamma er þaðan, og Jón Bernódus var að spurja daginn hvort ég ætlaði að segja, núna á þennan, hvort ég ætlaði að segja söguna sýslumannum af Blönduósi, og það er svona skemmtileg hvernig sögur verða til. Ég þekki sýslumannum af Blönduósi ekki neitt, en frændi minn var yfirlögregluþjónn Sauðárkróki, og ég gerir ráð fyrir að það sé sú saga sem hann var að vitna í, að ég fór í 70-afmæli hans daginn, við erum systkinabörn, og dóttir hans stendur upp, hann er svona þekktur karakter frá Sauðárkróki. Hans fyrsta spurningin þegar hann tók menn fyrir ofræðan akstur var: varstu að flýta þér? Önnur spurningi var: hverra manna ertu? Svo það gæti tekið langan tíma að skrifa sekta með hann. En dóttirna stóð upp og hún sagði frá því hversu erfitt það geti verið að eiga föður sem var lögregluþjónn. Hún sagði til dæmis þegar hún fór að byrja svona að fara út á lífið og skemmta sér, þá var hann alltaf mættur til þess að segja henni hvernig hann ætti að fara heim. En hún sagði að það versta sem að gerði samt þegar að ég kom með stráka heim eftir skemmtanir, og þeir voru að reyna að læðast út snemma á morgnana, þá var hann alltaf komin á fætur. Hann bauði mér morgunmat og baði síðan að skrifa í gestabókina. Og hún bætti svo við, og það eru fleiri nöfn í þessari gestabók en mér langar til þess að vita. Og þetta er fjölskyldan mín. En ég þakka fyrir samveruna í dag og þakka fyrir þetta tækifæri að fá að deila svona yndislegum degi með ykkur, og þakka fyrst og fremst fyrir það að hafa hitt Steini fyrir 40 árum síðan og að fengja að deila lífinu með henni og Vestmannaeyjum og Vestmannaeyingum. Takk fyrir mig. Hafðu hjartans þakki fyrir þessu orðin, Hafliði. Þá er síðasti ræðumaður dagsins, prófessor Þorsteinn Ingi Sigfússon, og ég ætla að biðja að koma upp, gjöra svo vel, og ég ætla að reyna að setja í gang kerfið á meðan. Mér langar, kæru vinnir, að biðja ykkur innlega afsökunar. Ég klikkaði á tímanum, ég hafði fengið 14 í hausinn, 14, kom með Herjólfi núna áðan og talaði við Gylfa og svona viss, bara áttaði mig ekki á þessu. Biðja ykkur innlega afsökunar, sérstaklega frummælendur. Ég hef ekki leitt að hafa ekki... En gaman að koma í svona stemningu sem ríkir eftir þetta fína spjall hérna áðan. Þetta er merkt, held ég, bara sem já, Benskórabrek. Ef að þú vildir svo minn kæri bara ít á hnappin þegar að segja til, settu kannski á slideshowið. Kæru Vestmannaeyingar, kæru vinnir, það er gaman að koma í svona stóran hóp og gaman að sjá hvað þetta er vel sótt. Að fyrstu myndinni sjáum við að hér er kunnulegt að koma. Við Jón Bernódusson slóum hér úr þegar var verið að byggja húsið. Þá réð Þorsteinn á okkur í að eitt sumari í að hreinsa hér timbur. Það var mjög ánægilegt. Ég man ekki hvort að Jóhannes Jónsson frendi var með okkur, ég held ekki. Já. Var ekki með okkur? Það var þetta 71 en ekki 2. 71. Það var það 71. En þetta verður lagað í útgáfunni sem birtist í National Geographic. Og ég ná ekki gleyma vini mínum, nágranna og félaga Hilmari Þór. Var Himmi með okkur í þessu líka? Nei. Hversu skilur það hafa verið? En því er náttúrulega ekki að leyna að Gísli frændi byggði svo aftur sjúkrahúsið. Þannig að þetta er bara ætti að vera svona góðastein Suðurgarðs minningarreitur, sko. Gaman að koma hérna og gaman að hitta ykkur öll fyrir. Næsta mynd er þannig, ég ætla að því að mér hugsa til þessara félaga mína, Himma og Jóhannesar og Jóns Bernódussonar, að frá Axlarsteini mátti sjá víðan völl eins og munið, og við vorum miklir ríbellar, Hamrahlíðarnemendur, mjög óhressir með hvernig farið var með gamla Helgafell.
Helgafell var sem sagt það var tekið malanám tekið þar og ekki bara tekið malanám heldur nota sem bara ruslakompa náma sem þar myndaðist. Svo nú finnst mér þetta vera í raun og verunni jólin fyrir gos, þann sá mánuður, desember, og þá fórum við, sem sjá næstu mynd, þá fórum við alveg gáttaðir, endar ekki á þessari mynd gáttaðir, þannig erum við að líkast vera einhvern Jethro Tull, hljómsveit, en sjáu drastlið í náminu. Þetta er í Helgafelli. Ég held að þetta hef ekki verið alveg hreinsað úr. Þarna ég er hérna á bassanum vilja, Himmi, miðunni og Jón Bennarsson og hvort þetta er gamla lögreglubifreiðin hérna, ég veit ekki, voru kannski öðrum litum, en þetta var alveg svakalegt og við vorum mjög alvarlegir yfir þessu og komumst bara ekki yfir það og hafi verið til svona, þið veitir, stúdentarhreyfing í Vestmannaeyjum, þá voru það þessi reiðu ungu stúdentar. Nú við fórum og við höfum útbúið skilti á næstu mynd. Á einu við reistum þetta fyrir Austanfell og fyrir Vestanfell og einu stóð hvar er Helgafell og hinum megin fellsins hvenar hefnir Helgafell. En sjáu þið samt forspár styrka þessa ungu manna. Ég man að Addi Bald kom einhvern tímann að okkur þarna og undraði svolítið. Hann fór svona í lögreglunni hérna brunalistjóra gerfið og hann hastaði eitthvað á okkur núna, það ekki, held ég, hann þetta óviðeigandi eitthvað. En bíðum að sjáum, næsta mynd, Helgafell hefndi sín. Þetta er bara nokkru viku seinna og Guðni Hermansen, sem líka er svona merkilega forspár maður, hann á mynd sem heitir Hefnd Helgafells. Ef við ekki að segja að strákarna hafi verið inspíreraðar á okkur. Ég held það. Það er til heilu bækurnar hverju hafi inspírerað Matisse og alla þessa sko. Við inspíreraðum þessa þannig gæja. Og ég fann nú þessa mynd á netinu sko. Janúar 1973. Merkilegt. Ég var að kíkja á næstu mynd. Þetta var nú ekki mjög langt hjá mér. Þarna horfum við út frá hafið og hafið frá Kirkjubæjarbraut. Sjáum Svanhól, sjáum Háagarð, Hlaðbæ, viðbókarstaði. Ég liftin aðeins, þetta var svolítið löng mynd. Liftin sem getur kallast bara að hafa dýbrá í sér. Og Bjarnar er hérna fyrir utan. Þetta er nágrenni okkar í Kirkjubæjarbrautina. Og alveg yndislegt að hafa alveg þarna upp, finnst mér. Hafa þessi eyju sem leikvöll, dásalegt. Kíkjum á næstu mynd þarna. Þarna er Goðasteinn, þarna ég fæddur á fyrstu hæðinni, 1954. Og Goðasteinn kemur við sögu einu sinni aftur í þessu. Það byggur að skoða vel að í austur álmunni hafði afi Þorsteins skrifstofu. Þarna voru mikli reimleikar, ég þorði ekki að vera þarna, það var svo mikið að gömlum öndum. En það veit ég fór eins og á miðilsfund með afa, hann terroriseraði fundin, það kom engin annar en til hans. Það heit sko, þetta var 80 undramannafundur, hann gjössalega átti fundin. Nú, þetta var byggt hinum megin við þarna hægra megin var Himmi Þór, Kirkjubæjarbraut 15. Ég held að Mund og Hafsteinn hafi ekki lagt í þau átt að vera númer 13, en það var aldrei til 13, þetta var 11, svo kom 15 og svo gat hann það niður þetta. Þannig að það var svona eitthvað smá hjátrú í dæminu. Næsta mynd, þarna er mamma í blessunin, Kristín Sigríður Þorsteinsdóttir. Þarna erum við á þjóðhátíðinni. Ég held ekki mótmælanunni, þetta sé 55. Mjög efnilegur einsás drengur, einsás pluss. Hann var gaman að vera, átt að vera. Og næstu mynd, þar er pabbi blessaður og ég held að þetta sé á 59 cirka og mikill góður faðir, pabbi,
fallin frá auðvitað núna, en ég ætla að minnast á það að á næstu mynd sjáum við að hann í raun og veru sagði mér kornungu frá atómkenningunni, vetnisatóminu, og sem átti eftir að heilla mann svolítið seinni í lífinu, sko. Og ég klippi nú bara hann einn svona skemmtilega mynd til að hafa með. En svo kom það í hlut Garðars Sigurðssonar í Gagganum að kenna manni meira atómið og atómteóríuna. Mér finnst alltaf að við höfum haft aðgang að rosalega góðum kennurum. Mjög glaður með það hér í minni skólagöngu í Eyjum. Höldum aðeins áfram, því að nú ætlum ég að segja frá fyrsta voðaverkinu sem ég man eftir. Ég sé að Peter hérna er selska, en á Kirkjubæjarbraut þarna 16 bjuggu þau Siggi Auðuns og mamma ykkar, hún hérna Guðmunda Björgvinsdóttir á Hóli, og dæturnar fagrar og yndislegar stúlkur, ofsalega gott fólk. Og einhvern veginn urðu þetta fyrsta fórnalamb okkar félagana. Nú voru Himmi að teljast vera með mér, ég tek alveg á mig þetta sem við gerðum á hann. Því að Mæja kannski bara eins og flottasta hann í hópnum, hún spókaði sig á hjóli, fallegu hjóli, gjarnan, daginn langan, og það datt í okkur að ræna þessu hjóli. Að ræna þessu hjóli og nota það á sama stað, nota það á Kirkjubæjarbrautinni. Við förum næsta mynd. Við förum sem sagt heim á númer 17 í bílskúrinn. Ég held að við útöðum málningu. Máluðum hjóli algjörlega upp og nýtt, allt hjólið. Og þetta skil ég ekki, þetta er ekki mjög intelligent, sko. Því við bara fórum að hjóla á því nýmáluðu eins og ekki til því skorum Kirkjubæjarbrautina. Og Google lánaði með myndahjólinu, trúið þessu. Við byrtust allt í þetta félagarnir á knallbleiku hjóli og eins og ekkert í skorist, og mjög alvarlegt. Ég sagði við Gylfa á hann að ég má þetta þakka fyrir að Rítalín var ekki fundið upp á þessu tíma. En hjólið, já, var ekki í okkar höndum mikið lengur. Á næstu mynd sjáum við að Siggi blessaður, öndvegiskall, kom á máli við pappa, og þeir einhvern veginn sömdu að láta máli niðurfalla. Það eitthvað svona uppeldisfræðilegt atriði fyrir pappa, held ég. Og mamma sagði mér seinna að við höfum strákarnir verið kallaðir strákarnir hennar Stínu þegar svona vesen komu upp. En hins vegar voru aðstæður þegar við vorum drengir hennar Sigfúsa. Það var mjög virðulegt og henni fannst alltaf að það var svona munur á þessu. Ef við skoðum næstu mynd á, þetta er Kirkjubæjarbraut 17, fallegt hús sem að þið kannski vitið að pabbi byggði og sneri þökunum, tók þökunar í kross og sneri þeim upp. Þetta standa í 3 daga og síðan var því hlíft í gosinu, því það bara myndaðist alveg bara heilagur reitur hann sem að hraunið fór ekkert yfir. En næsta mynd sýnir okkur bræðum strákan, drenginni hans Sigfúsar, með verðlaun úr skóla þarna. Það var verið að ljúka barnaskólanum og líklega gagnvarskólanum þarna, og allir fengu ykkur verðlaun og stóðu svo ofsalega vel í náminu, drenginni hans Sigfúsar. Og ekki meir það. Næsta mynd sýnir okkur eins og að ég ætla að segja ykkur það að ég, mjög ungur, tileinkaði mér aðferð í Wall Street mjög snemma. Þannig var að Mjólkursamsalan og Sparisjóðurinn voru til húsa á sama stað nánast. Þannig fann ég mynda sem einhver
útsalaði eitthvað í gangi í mjólkursamsölunni. Og skírnadeginum 54, sparisjóðurinn þarna lengst til hægri þá í þessari byggingu, þá gefur afi mér bankabók á sparisjóðsbók með einhverjum 1000 kalli. Mjög flott. Svo líður og býður. Á næstu mynd sjáum við að ég þarna búin að vera í fótbolta með strákunum og það sem gerist að það afi kom fram var að vinna í Bliki, fannst að færa fyrir truflun, en ég svo óheppinn að sparka í gluggan hjá honum, í rúðuna boltanum. Þá kemur svo gamli út, tekur boltan, fer inn, lokar rætti sér. Ég var alveg öskureiður að missa þarna boltan bara, fyrir það sem ég fannst ekki mikil sök. Á næstu mynd minnist ég náttúrulega Black Tuesday í Ameríku. Því ég sagði við mömmu, ég ætla að fá bankabókina, ég ætla að taka allan peningin út úr Sparisjóði Vestmannaeyja og láta afa virkilega líða fyrir þetta. Ég hugsa þetta að verið 1000 kall, rúmur 1000 kall. Og þetta gerði ég alveg, það er ótrúlegt. Mér var sem það er svolítið stoltur af þessu seinna því að þetta er svona kapitalískar aðferð og ég hef ekki tilengja með þær sem ég uppgötaði svona kornungur. Og ég hef nú alltaf verið sparisjóðsmaður síðan og ótti vænt þetta fyrirbæri en hérna sagði satt, ef menn skoða konjunktúr sparisjóðsins og datta niður hann dag. Ég veit ekki að þetta byrði Arnar að skoða fyrir mig hvernig hann hefði lagast eftir þetta. En þetta var alveg heilagt mál. Hreinlega. Kíkjum á næsta. Já. Þetta er svolítið alvarlega. En þess að við lögðum sérst á ráðin að ræna Dísabirnu. Dísabirna Þórdís Bjarni Jóhannsdóttir, falleg og góð stúlka, býr í næsta húsi, og Hanna. Og þarna var mér útöfuð mynd af Lovísu á búastöðum og henni að dansa. Gott þetta kom ekki frá Oddgeirsfólkinu eða ekki. Já. Og þau eru að dansa þarna við Sigga Sveins, held ég. Þetta er svo mynd sem ég komst næst að finna af Dísabirnu. Skoðum aðstæður á staðnum. Það er svona eins og Al-Qaida á næstu mynd. Í þarna sjáum við húsi Kirkjubæðarbraut 19. Þarna sjáum við líka svefndyngjuna. Þessi fagra mei svafi. Ég sé að himmi kenka kolli því að þetta mér að kenna allt saman. Við settum upp alveg plan til að fara á ræninni. En það er eitt fallegt við þetta, vegna þess að hugsunum var ekkert að gera eitthvað við hana, það bara eiga hana. Það var bara possession, ekki það? Himmi hafði lært eitthvað kvennabúr Mið-Austurlanda og okkur fannst það tilvalið að þessi stúlka fyrsta eign búrsins. Alveg dýrlegt að hugsa þetta eftir á. Og svo saklaust, eins og við sjáum á næstu mynd að þá fór þetta út þúfur. Ég minnist, og við erum svona komin að enda punktunum í þessu, ég minnist á næstu mynd annars atviks. Þetta er eiginlega hálfgeitt patent sem ég setti fram. Það var að nota ljóskastara, það átti þetta myndavélakosturum og á Lundapissu tímabilinu lýsa í áttina heimakletti, Vistakletti og reyna að laða fuglinn af Kirkjubæðarbraut 17. Sniðu hugmynd sjálfsögum. Ég hef ekkert selt þetta patent eða svoleiðis. Enda erfitt með pissjur í þessa dagana. En á næstu mynd sjáum við að hvernig við notuðum alla ljóskastarana. Það var lið heimamanna með kassa hana tilbúið. Og 2 nóttina hafðum við, þetta er satt, veitt 123 pissur á einni lítilli lóð ég grunna nú líka Gaui Hjöll hafi tekið þátt í þessu.
en ekki þessu þarna með að ræna konu. Mínir lögfræðingar svo að þetta er ekki gott fyrir gamla bæjarstjóra að segja svo sögu. En það var rosa hamagangur við þurrkhúsið daginn eftir þegar að tvísinu var sleppt og ég fann eina loka mynd hjá mér einhvers staðar, birtist nú í nýsköpunarbókinu minni 2 árum, þar sem við erum á mynd Sigurgeirs að sleppa lundapissum niður við þurrkhús og er kannski ekki tengt akkurat þessu atviki, en ég ætla að láta þetta, ég held að þetta sé, kæru félagar, síðasta myndin í þessari litlu sirpu hvernig Rítalín notast ekkert í Vestmannaeyjum ég held, minn kæri, að þetta sé síðasta myndin og þakka ykkur fyrir, takk fyrir mig. Bestu þakki fyrir þetta. Hér á veggjónum sjáuð þið, hérna á vesturveggnum sjáuð þið myndir úr ljósmyndasafninu sem við köllum Börn og minningar. Það rímar sama við minningar ykkar frá bernskudögum og þetta eru myndir sem að rekja sig alveg 50 ár aftur í tíman og úr söfnum ýmissa, Sigurgeirs Jónassonar, Óskars Björgvinssonar og fleiri, og við höfum beðið fólk að skrifa nöfnin á einstaklingunum sem á myndunum ef þeir þekki þetta. Þetta er svona dæmi það þegar sem allir vita einn daginn og svo líður tíminn og þá veit kannski bara allt í einu enginn hverjir þarna á myndunum. En það var sérstaklega ánægjulegt að vera með ykkur hérna í dag. Þetta verið gott upphaf fyrir okkur Helgu Hallbergsdóttur að vera með dagskrár fyrir ykkur í vetur og ég vona líka að þetta sé gott upphaf af þeim fótboltaleik sem framundan. Því að klukkan 5 þá þurfum við að taka á móti Þrótturum. Ég sá 2 þeirra tilsýndar, ég fór hérna út, var svona hálfhræddur að kæmi fáur út á sólinni, svo ég fór hérna út snemma að veiða, ekki lundapissur, þetta fólk, og þá sá ég 2 Þróttar að ganga hérna framhjá og þeir voru hnípnir. Það þótti svolítið vænt það. En ég þakka ykkur aftur hjartanlega fyrir þessa dagskrá, bið ykkur að njóta veitingana og næst hittumst við 9. október og þá verða þremmenningarnir sem Einar Gylfi rakti hérna áðan. Gjörðu svo vel og þakka ykkur fyrir.